Heil og sæl, kæru hlustendur, og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Hjá mér í dag hann Davíð Tómas Tómasson, oft nefndur Dabbi T. Og hann fyrrum bootcampþjálfari, hann einn fremsti körfuknattleiksdómari landsins, hann tónlistarmaður, hann fyrirlesari og verðandi faðir. Það ekki rétt? Jú, þetta bara allt rétt. Þetta var svakaleg kynning. Já. En mér langar samt að vita svona hvernig þú sérð Dabba T. Vá, það stórt að spurt. Nú einhvern veginn, nú bara svona einhvern veginn upplifir maður að identity mitt sé í kringum körfuboltann. Þannig að, og ef maður svona ætlar að vera alveg heiðarlegur, sko, að þá þarf maður auðvitað bara að vera eitthvað svolítið skrítin held ég til þess að maður upplifi sko identity sitt að fara í eitthvað skrýbóttan búning og láta auðsi yfir sig einhverjum fúkirðum sko fyrir smá aura sko að það svona kannski maður þarf eitthvað að skoða sér mál held ég ef þetta sé eitthvað sem að hjarta slær fyrir en maður velur það ekki ég hef allavega einhvern veginn svona upplifað það ég hef ekki valið einhvern veginn það sem að hjarta slær fyrir það einhvern veginn bara komið til mín og Köfuruglæðarins dómgæsla hún kom til mín bara á yngri árum og búin að vera bara eiga stóran stað í hjarta mínu síðan. Já, varstu þá að æfa körfubolta sjálfur eða? Já, ég var byrjaði að æfa körfubolta bara þegar ég var 6 ára, bara byrjaði að dribbla og ótrúlega þreytandi sko fyrir, ég bjó í fjölbýli á efstu hæð og ég bara, ég hugsti tilbaka bara greið fólki á neðri hæðinni sko, því ég var bara, fekk bolti í hendurnar 6 ára og ég bara hætti ekki að dribbla fyrir en ég var svona 14 ára, ég bara driblaði allan sólarhringinn sko. Og maður getur ímyndað sér ekki verið voðalega næs að búa þarna fyrir niðan okkur sko. Og svo ferðu yfir í dómgæsluna svona aðeins seinna. Já, ég var ætli ég ekki verið svona 16-17 ára þegar ég kemst að því að lífið kemur svona fyrsta alvöru skellin að þá kemst ég að því að ég aldrei að fara að verða körfuboltastjarna. Og það var rosa sárt, af því ég var bara búin að sjá það fyrir mér þegar ég var lítill. Ég var bara, systir mín spilaði meistaraflokki og yngri landsliðum og svona, og ég einhvern veginn bara horfði á hana með stjörnur í augunum og allt sem hún gerði og einhvern veginn elti allt sem hún var að gera og hún var í körfubolta og þannig einhvern veginn endaði ég í körfubolta. Og svo var ég bara með Michael Jordan, alveg bam, 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 plastir hann upp með alla veggi og ég let hana lofa mér því svona 8 ára eða eitthvað að vekja mig klukkan 3 nóttina þegar NBA úrslitin eru til þess að ég geti setið þarna og horta á þetta með henni og ég einhvern veginn, þetta var bara lífið og ég ætlaði bara að verða Michael Jordan. Já. Og svo því ég svona 14 ára að þá kemst ég að því að það aldrei að fara að gerast því miður og já, það var svolítið sárt, svona fyrsti lífsdraumurinn einhvern veginn, bara, maður var vissum að hann myndi ekki verða veruleika og þá einhvern veginn þurfti maður svolítið að bara, hvað svo, hvað næst? Og þegar ég svona 17-18, að þá fer ég á dómaranámskeið, fór systir mín að dæma og ég auðvitað bara, fór líka að dæma, ég gerði allt alveg eins og hún gerði. Góð fyrirmynd. Já, góð fyrirmynd og byrjaði að dæma 17-18 og fekk bara veiruna og bara búin að vera með veiruna síðan þá. Okay. Þannig að já, það svona þannig hófst þessi vegferð og hún einhvern veginn líka bara svona búin að smita inn í svona mitt day-to-day líf bara eins og enn þann dag í dag svona út frá sér. Af því að svona í gegnum Köfuruglæðarins dómgæslu að þá fekk ég rosa mikið áhuga á samskiptum og svona að kynna mér rosa mikið samskipti að ég fór að sjá bara að dómgæsla svo miklu meira en bara að flauta í flautuna það svo rosa mikið svona people management má aðeins sletta maður svona aðeins að ræða við menn eða konur bara hjá þeim sem maður að dæma og svona reyna að róa aðstæður og þetta snýst miklu meira þetta svona mannlega þátt heldur en að ég held að fólk gerir sig grein fyrir og ég tek bara ákvörðun því svona 24-5 ára að ég ætla að verða bestur og þá hugsaði bara setti ég mig bara upp plan hvernig verði ég bestur og
og svo bara fór ég að fylla inn í planið mitt og partur af því var að fara í svona þessa samskipta vegferð og ég fór bara að kynna mér þetta alveg ótrúlega vel og var svona aðeins byrjaður á því líka áður og já, og svo í dag, veist, þá ég með fyrirlestra einmitt svona sem að stíla svolítið inn á þetta, veist, að svona samskipti sem maður á bæði út á við og líka svona samskipti sem maður á við svona inn á við, svona manns eigin samskipti við mann sjálfan. Þannig að þetta einhvern veginn þetta fer svona í hring, veist. Það sem ég var að gera einhvern veginn fyrir körfuboltatungisluna að það einhvern veginn smitaði út frá sér og fór líka að verða einhvern veginn svona annar hluti í mínu lífi. Og fyrir hverja ertu helst að halda þessu fyrirlestra? Ég með fyrirlestra bara fyrir íþróttafélög, skóla og vinnustæði. Þetta svona aðla sem eru eiginlega bara allir. Það eru allir eiginlega inn í þessari kategóríu. Og ég er búin að fara með fyrirlestur í Arion banka og í Valitor og í Advania og ég er búin að fara með fyrirlestur í skóla og íþróttafélög eða skilur, þetta er bara alls konar staði og bara búið að vera ótrúlega skemmtilegt og gefandi. En því góð samskipti náttúrulega skipta svo ótrúlega miklu máli. Já, og á svo marga vegu. Þannig að þau hafa svo mikil áhrif bara. Og svo þetta svona, getur verið mismunandi. Ég kannski fer að heita íþróttafélag og þá snýst þetta meira samskipti inn í svona teambuilding eða svona í liðavinnu. Og svo kannski fer ég inn í vinnustað og þá snýst þetta samskipti meira svona manns innri samskipti við sjálfan mann svo maður sé ekki að smita neikvæðan samskipti út á því. Og þetta verður svona smá fínpús á vinkli hvert ég er að fara. En í grunninn er þetta allt samskipti. Og og svona, já, og fyrirlesturinn eiginlega snýst það. Já. En þú ert einmitt mjög góður í samskiptum. Já, takk fyrir. Af því alltaf því ég hitti þig, aðalega kannski bara í sporthúsinu. Já. Þá ferðu að mann alltaf til að brosa. Já, takk, það er það sagt. Og það er svona, já, ætli það sé ekki bara einhvern veginn, það sem að ég komst að svona, síðar í lífinu að einhvers staðar innstinni á maður svona karakter sem er ótrúlega blíður og ljúfur og maður er einhvern veginn þegar maður yngri fastur í fangelsi töffaraskapsins og þegar maður loksins náði og maður búin að setja sinn dóm í því fangelsi að þá einhvern veginn fattaði maður bara dagist, þú ert bara ótrúlega blíður og ljúfur drengur og af hverju ert ekki bara meira blíður og ljúfur við fólk sem þú hittir á almannafæri og því ég fór svona þess að implemera þessa hluti, svona þessa hlið af mínum karakter inn í samskiptið fólk, að þá einhvern veginn fór ég að finna bara, þetta er bara einhvern veginn, þetta er svo gott og það er einhvern veginn það sem maður auðvitað vill skilja eftir, sem maður er að tala við fólk að því líði vel og sé ánægt í samskiptið við mann. Þannig að ég kann mikið að meta að heyra þetta. Já, bara að segja það sem er satt sko. Þannig að þú ákast þetta meðvitað að bæta þessu við hjá þér, svona. Já, þetta kom líka einhver leiti náttúrulega, af því að ég var á sínum tíma bara svolítið svona að taka til í sjálfinu mínu og einn af þeim hlutum var svona að fara út úr einhvers konar típu eða karakter sem að ég hafi búið mig til út frá væntingum annars fólks og út frá einhvers konar ítræðri menningu sem að ég var involveraður í og svona fara að vera meira bara sannur mínu eigin sjálfi og þá einhvern veginn svona kom þessi karakter svona betur og betur í ljós. Já, það er skemmtilegt. Já. En þú hefur ekki farið lengt með það að þú fórst svona villu vegar á tímabili í lífinu þínu. Já. Og svo hefur þú nýttir það til þess að fræða aðra. Gætirðu sagt okkur kannski aðeins frá þau tímabili í lífinu þínu? Já, hvað er maður að byrja sko? Þetta er svo extensive sko. Ég held að þetta byrjar í grunninn, þetta er alltaf svolítið skrítið að segja frá því, þetta byrjar bara því ég er sko 2 ára þá sem sagt móður mín er alkoholisti og hún sem missir forræði yfir mér og systur minni, kemur barnaverndarnefndin á heimili og missir forræði yfir mér og systur minni og ég fer á svona upptökuheimili og á meðan að vera að reyna að finna aðra foreldra fyrir mig og
og mamma einhvern veginn að reyna að vera edrú, gengur ekki og svo nær hún að vera edrú og ég fer aftur inn á heimilið og svo dettur hún aftur í það og ég er aftur tekinn og þetta svona rosa mikið einhvern veginn bras og bara svona rosalega sárt og mikill sársauki fyrir ungan dreng sem er að mótast og þetta er í einhver ár þannig að ég einhvern veginn bara kem síðan aftur inn bara sem ég ungur 6-7 ára drengur og kem inn í skólakerfið og og ég bara með eitthvað svona hólu í maður og ég veit ekki ég næ ekki að henda reiður á það á þessum tíma hvað þetta er og áttaði mig þetta ekkert almennilega á þessu en því ég lítið baka þá skilur maður þetta miklu betur og þetta er svona bara einhver rosaleg svona höfnunar issues og höfnunar ótti og svona höfnunar sár af því að ég upplýði svo sterkt á þessum árum einhvern veginn að móði mín sem er svona mann stærsta einhvern veginn afl og svona mann stærsta björg í lífinu að hún væri að yfirgefa mig það var upplöfunin og hún er auðvitað bara lasin og maður svona skilur og sér það betur í dag en það var ekki upplöfunin þá þannig að maður kemur einhvern veginn út í lífið bara með eitthvað svaðalegt tóm í maganum og ég var bara einhvern veginn að reyna og ég reyna alls konar hluti til þess að fylla upp í þetta og skilur, ég kem inn í meðalskóla og hitta einhverja krakka og þau eru öll bara eitthvað í skólan og var gaman og meðan þau eru það þá er ég eitthvað sitjandi undir borði og er grátandi og það er allir bara, hvað er að þessum Davíð, skilur og ég skildi þetta ekki alveg, okkur mér leið svona illa og þetta var einhvern veginn bara svona smá erfitt og síðan var ég aðeins eldri og þá einhvern veginn fann ég að ég var að stríða einhverjum og þá leið mér aðeins betur og ég var einhvern veginn rosa mikið bara að stríða fólki og svo fór ég einhvern veginn að uppfæra það í að brjóta rúður eða stela eða eitthvað, veit ekki, eitthvað svona strákapör ef maður getur kallað það og svo bara því 12 ára eða 13 ára og þá fer ég í vímu í fyrsta skipti og það var bara eins og einhver hefði komið og tekið utan hennar 6 ára Davíð og bara svona tekið fast utan og sagt bara hei Davíð, þetta verður allt í lagi og það er svona fyrsta mómenti í mínu lífi sem ég upplýði bara núna er ég á réttum stað og síðan bara frá þessu augnabliki að þá einhvern veginn er ég búin að vera að barðist ég við þetta bara frá 12, 13 til svona 25 ára með alls konar hléum og mörgum meðferðum og svona bara ágætis neyslutímabili og rosa hörðu neyslutímabili og bara öllum skalanum já og svo bara því 25 ára og loksist næ að einhvern veginn snúa við lífinu og eftir margar tilraunir, óboðslega margar tilraunir og óboðslega erfitt, skilur ég einhvern veginn, maður hugsa þetta í dag og lífið bara einhvern veginn svo ótrúlega fallegt og stórt og gott og maður einhvern veginn horfir tilbaka og maður hugsa bara þetta einhvern veginn, mér líður smá að þetta hafi ekki raunverulega verið að gerast af því að þetta er svo einhvern veginn langt í burtu frá manni og þetta langt síðan þetta er komin 11 ár síðan þetta var Hvað breyttist þarna þegar þú varst 25 ára þannig að þú gast snúið við blaðinu? Ég það sem að breyttist aðalega var það að og ég hafði svona reynt einhvern veginn að vera edrú áður en ég hafði aldrei svona raunverulega breytt lífinu mínu. Þannig ég fór í fyrst skipti meðferð 16 ára og ég hékk edrú einhvern smá tíma eftir það en ég breytti lífinu mínu ekkert. Ég var ennþá bara að umgangast einhverja glæpamenn og ennþá bara í einhvern veginn að selja vímuefni og bara einhvern veginn í öllum þessu lífstíl og breytti lífinu mín ekkert og einhvern veginn mörg skiptir reynd að fara í meðferð og vera edrú en aldrei breytt lífinu en svo þarna því 25 og þá einhvern veginn bara byrjar sami pakkin ég kem út meðferð og kem inn í A-samtökin og ég er á fundum 2 fundum á dag, 3 fundum á dag ég ger ekkert annað ég er bara, ég er ekki neitt í vinnu, ég er ekki neitt í skóla ég er bara að reyna eftir fremsta megni að vera edrú, það er bara baráttan full vinna bara. Það er bara full vinna ég er bara í fullri vinnu á hverjum einasta degi að gera það
og ég er búin að gera það í svona 4 mánuði, 5 mánuði og eða svona, já, kannski 3-4 mánuði og þá sit ég hérna í einhverju herbyggiskitru að klára sígarettupakka númer 2 yfir daginn og ég bara hugsa með mér bara, það hlýtur að vera eitthvað meira, það bara hlýtur að vera, þetta getur ekki bara verið endalokin á mínu lífi, það bara getur ekki verið, það hlýtur að vera eitthvað aðeins meira þarna úti sko. Og mér var svona að fara að líða aðeins betur auðvitað því að hérna, maður er einhvern veginn búin að taka út sko, vímuefnin og svona búin að kötta á fólki sem maður var með í þessu og svona, en það var ekkert annað einhvern veginn að gerast og ég hugsaði með mér bara, vil ég ekki eitthvað meira en þetta? Og ég fór að hugsa bara, ok, mér líður aðeins betur en er ég hamingjusamur? Og ég bara nei, ég er ekki hamingjusamur og ég hugsa bara, ok, hvenær var ég hamingjusamur? Og ég einhvern veginn bara sest niður og bara horfði tilbaka og ég hugsa bara, ég bara get ekki sett puttan á það hvenær ég var hamingjusamur. Og þá fekk ég svona í maður, bara, vá, ég er 25 ára gamall og ég man ekki hvenær ég var hamingjusamur síðast. Og ég hugsa bara, hérna, við verðum að breyta þessu. Og ég fyrir bara sest í tölvustóli minn og opna internetið og fyrir á Google og skrifa how to be happy Ok, og, já, og svo bara fór ég að lesa og bara alls konar greinar og rannsóknir og fullt af dóti sem var alveg bara ömurlegt og fullt af dóti sem var rosa gott og svo fór ég bara að hérna toga inn og ég sagði bara, ok, hvað er að? Og ég sagði, ok, hérna, ég til dæmis rampaði á hugdag sem er kallað HLH, sem að stendur fyrir hugsun, hegðun, líðan. Og nei, fyrir ekki hugsun, líðan, hegðun, HLH. Og hérna, og það sem við erum að tala um maður haga sér illa að því að manni líður illa og manni líður illa að því að maður er að hugsa illa. Og ég sagði bara, vá, hvað, hérna, þetta geti kannski eitthvað átt aðeins við mig og sérstaklega tók ég eftir því, fór í bíó hérna með eskuðunum mínum og fyrir í sjálfsalan í bíónum var að kaupa með Pepsi og svona nýr sjálfsali og kemur og sækir Pepsi mitt og svona eitthvað svona vélræn svona armur og svona flott típa og fyrir að sækir Pepsi og hérna skilar því og ég sagði, mér var svona bráða eins og eitthvað og ég tek Pepsi og svo heyri ég bara takk fyrir að velja ölgerðina og ég hugsaði, ég stoppaði svona bráða þess og svo hugsaði ég bara grjóthalt þú kjafti þarna helvítis vélmennið og svo bara snýri ég mig við og lappaði burtu og ég hugsaði bara þetta getur ekki verið eðlilegt þetta getur ekki verið heilbrigt og þetta getur ekki verið eðlilegt og þegar ég svona ramba á þetta HLH hugtak að þá einhvern veginn hugsaði ég bara vá, ég er að hugsa alveg ofboðslega illa og neikvætt og við verðum að laða og ég veit ekki hvort þú sér búin að laga eitthvað sem þú er búin að gera síðan þú fættist það er erfitt að endurfara þetta heilan það er rosalega erfitt tók mig langa tíma en kannski svona 6 mánuði seinna að þá einhvern veginn bara var allt í einu mín hérna, svona sjálfvirka hugsun allt í einu bara orðin jákvæð og hún var ekki bara jákvæð gagnvart öðru fólki heldur líka svona gagnvart sjálfum mér það er að mikilvægsta já, þannig ég er í einhverjum aðstæðum og í staðan var að hugsa Davíð, þú getur þetta ekki þú ert að fara að klóra þessu Davíð, þú ert ekki með neina menntun, hvað ert að hugsa þannig? Eitthvað svona, að þá hugsa ég bara, Davíð, þú er lótur, þetta verður ekkert mál. Og einhvern veginn, þetta var svona, þetta automatiska, skilur. Og svo var þetta líka svona automatist einhvern veginn jákvæð gagnvart öðru fólki. Og það var líka svo gott, af því að svona hugsun mín gagnvart öðru fólki, hún var líka svo óbærslega neikvæð. Og ég var rosa mikið í segjakvöldin og ég hugsa bara, hvað er þessi ekki, hérna, á þessi ekki konu, getur ekki konu sem ekki satt á hann og hann er með ömurlega klippingu og ætlar enginn að segja hann með þetta, eða skilur, ég bara, og ég veit ekkit hver þetta er, skilur, og eða ég hitt einhvern og ég hugsa bara, þessi er hálfviti, eða bara einhvern veginn, þetta var bara það sem var í gangi í höfðina mér, allan sólarhringinn, bæði gagnvart mér og gagnvart öðrum, þetta var bara, ég lendi í einhverju áreiti frá fólki eða aðstæðum eða whatever og bara fyrsta sem ég hugsaði alltaf var eitthvað neikvætt. Og það tók óbúslega langa tíma að endur forrita þetta. En það tókst og
Heldur betur. Já, og svo bara einhvern veginn, já, hvað segirðu? Nei, mér finnst áhugavert að heyra þetta því að ég kynnist þér eftir þetta tímabil. Já. Og ég, sko, þannig að mér finnst þetta er svo ótrúlega umbreyting. Já, einmitt. Þetta er bara, ég trúi alltaf að sérst að tala um sama mannin. Nei, akkurat. Og ég mynd hugsa oft svona líka eftir á, Og svo þetta líka, þetta gerðist ekki á einni nóttu. Skilur, þetta var, fyrst hugsaði bara, ég vil vera íþróttamaður. Hvernig gerum við það? Við byrjum að hreyfa okkur. Svo byrja ég að hreyfa mig og ég að labba hlaupa á brettinu og ég er bara búin að labba í 4 mínútur og ég þarf næstu að leggjast niður af því að ég er svo andstuttur og ég hugsa, akkur er ég svona andstuttur? Já, kannski það því ég reyki 2 sígarettupakka á dag. Ok, við þurfum að hætta að reykja. Hvernig gerum við það? Og þá fer ég að spyrja fólki í kringum hvernig hættið þú að reykja? Og svo, 3 mánuðir seinna þá er ég hættur að reykja. Og ég held áfram á hlaupbrettinu og líður aðeins betur en samt ennþá og hugsa, ok, okkur er það, kannski að þú borða bara óholla fæðu, ekkert annað og við þurfum að breyta því eða skilur, þetta var svona tröppugangur og svo er ég hættur að reykja að byrja að hreyfa mig að þá allt í næri og þurfum að fókusa meira á að hugsa jákvætt, ok, gerum það við þurfum að fara að skoða einhvers konar framtíð allar er bara að sitja á affundum allt lífið, er það lífið? Eitthvað hlutverk, eitthvað svona tilgang. Já, allar eru bara að gera það. Nei, ég ætla ekki bara að gera það. Ok, allar eru bara að gera það og dæma. Nei, ég var líka til að gera eitthvað meira. Ok, hvað? Veit það ekki. Já, við erum að finna út í því. Og svo bara förum við einhvern veginn út í lífið og ég mæti í bootcamp. Og Perla, vinkonum mín, okkar besta Perla, hún segir við mig dag, við varum komin í bootcamp. Ég segi, ok, fyrir bootcamp og búin að vera í bootcamp í 3 vikur og ég hugsa bara, ég ætla bara að þjálfa bootcamp og ég hef engan bakgrunn og eigandinn Róbert Þröstason King Robert eins og hann er stundu kallaður og ég bara eftir 3 vikur þá bara pikkaði ég öxlina og ég segi bara, hei, vantar eitthvað þjálfara og hann bara horfði svona svolítið skringir á mig og sagði, nei, að því að bara ef eitthvað vantar þá bara er ég til, og hann eitthvað, já, erst þú með eitthvað reynslu? Nei, enga reynslu, en bara ég er samt til. Ok, já, bara kannski hugsa það. Og svo bara viku setna, þá bara er ég pottað í hvað, einhver þjálfari það? Nei, það er ekkert búið að breytast á 7 dögum. Nei, ok, bara tjekka. Svo bara 10 dögum setna, hvað, segirðu þjálfa? Er það eitthvað? Og hann bara, Davíð, það er bara ekkert laus. Nei, ok, bara tjekka. Og svo bara held ég áfram að potta og svo allt í einu bara 1,5 ári setna að þá ringja hann í mig og segja, Davíð, það er það algjör nei, það vantar að taka hlaupa tíma þjálfun eftir hálftíma. Getur þú gert það? Ekkert mál. Hvað er mættið? Svo bara mættur og fyrsti tími búinn og gekk vel og rosa gaman, annar tími og þriði og svo bara allt í einu bootcamp þjálfari, og ég bara vissi ekkert hvernig það gerðist, og svona einhvern veginn er þetta bara svolítið búið að vera, svona hægt og róleg, svona tröppugangur að fara úr því að vera ótrúlega lasin, af því ég var það í grunn, bara ótrúlega lasin á svo mörgum sviðum og svo bara hægt, rosalega hægt búin að laga og breyta og betrum bæta og svo sorglegt, ég veit ekki, þú veit að þekkir þetta kannski í svona einhvers konar sjálfsvinnu en það er það sem ég veist erfiðast við sjálfsvinnuna og ég hugsa með mér, já, ég þarf að laga þetta og það er svakalegt verkefni, eitthvað X bara, ég veit ekki og ég laga það og tekur mig rosa langan tíma svo því ég er búin að laga það að þá allt í einu öðlast ég á meðan mildtíðinni einhvers konar þroska til að sjá að þegar þetta verkefni er búið að þá bara kemst ég upp einhverja dröppu og ég sé bara fokk það eru 12 önnur jafn erfið verkefni framöndan sem ég verða að leysa og maður einhvern veginn leysir þau og þá einhvern veginn maður komin á það stað shit, það eru 15 í viðbútt eða skilur, þetta er aldrei búið það er bara, maður einhvern veginn öðlast bara alltaf meira og meira í þroska til að sjá hvað vantar mikið upp á hjá manni það er bara svo mikilvægt þá að sýna sjálfum sér mildi það þarf ekki alltaf að vera kannski ertu bara of mikla væntingar eða of mikla kröfur á þig já, einmitt, það getur verið og það veit það ekki og, en það er auðvitað búið að vera líka svona einhvern veginn ferli að átta sig á því að maður er ekki að fara umturnast bara á einni nóttu þetta bara tekur langan tíma og
Marta þessu, þess að til dæmis einhvers konar jákvæða heilbrigð hugsun, veist, hún eilíðar verkefni, sko. Mér finnst svo fallegt daginn, ég rekst á þig eftir einhver æfingu. Þá sastu þarna við skóhillirna, svolítið svona þungt hugsi og ég spurði hvernig þú hefði það og mér finnst svo fallegt, þú var svo hreinskilin. Þú bara, ekki alveg nóg gott, þú veist. Og ég segi bara, vá, þetta er svo geggjað. Flesti segir bara, fínt og svo ekkert meir. Já. Og þá hafði þetta verið, ég veit ekki, erfið æfinga, erfið dagur eða eitthvað. Og mér finnst bara svo geggjað að þú bara, þú veist, varst bara þar og það er bara allt í lagi. Það er bara allt í lagi að eiga ekkert alltaf góðar æfingar og alltaf góða daga. Einmitt. Við kunum betra að meta góðu dagana ef við eigum líka stundum erfiða daga. Og það er svona verið, hjálpa mér, veist, að reyna að vera bara eins opinskáður og svona heiðarlegu með tilfinningarlífið mitt og ég mögulega get. Og sérstaklega líka út á við að, veist, að fara ekki í einhvers konar felur með hvernig mér líður eða hvað sé í gangi hjá manni. Og ég er svolítið að nota Strava. Já. Og átti bara, þetta var rosa erfið hlaupaæng. Ég var að hlaupa og ég var langt undir minni getu, langt og ennþá lengra undir getunni sem að ég vildi að ég væri á. Og ég einhvern veginn bara, veist, ekki alveg búin að vera að mæta eins mikið og ég hefði viljað og bara, veist, einhvers konar mörg skipti af ekki nógu góðu. Öll að koma saman, krassa á eitt og ég sit alltaf skóhullinni og það er bara rigning. Skilur, það er bara rigning. Og veist, þá það maður bara, það er bara ekki nógu gott. Skilur, ég bara segi ekki nógu gott. Veist, og ég setti þessa færslinu á Strava og það hóð bara alveg að sama. Sagði bara, ræðilegu dagur. Veist, ég þarf greinilega aðeins að stokka upp og endurskoða hvernig ég er að gera þetta og bara skrifaði inn á færsluna mína nákvæmlega sem ég var að hugsa og svo bara en áframgak, skilur, og svo bara breyttu aðeins og bættum og bara búið að ganga aðeins betur, ekkert miklu betur en aðeins betur og það eru þetta aðalatriði í þessu ferli, öllu svona ég var að segja self-improvement ferli á mér að bara þetta sé aðeins betra í dag en það var í gær. Consistency is key. Já. Vist, bara lítil skref í staðan fyrir eitthvað stökk og svo bara... Einmitt. Og ég tala stundum undir fyrirlestrunum mínu líka talaði undir bók sem heitir Slight Edge að tala svona the 1% rule að ef maður ætlar að implementa eitthvað nýja hluti í lífið sitt að gera bara 1% af því og gera það bara á okkur einasta deg eins og til dæmis bara, veist, ég hugsaði með mér nú, því sem var 27 ára ég bara hef lesið 4 bækur á æfinni hvað er það? Hvernig hefur þú bara lesið 4 og 3 af þeim eru örugglega barnabækur þannig að við þurfum að breyta því og ég veist, bara nánast ólæs veist, bara les rosa hægt og aldrei lesið og bara rosa erfitt með þetta og ég hugsaði bara ég vil breyta þessu þannig að ég fór bara að bæta og ég hugsaði bara fyrsta sem ég hugsaði, nú vil ég að lesa 12 bækur í þessum mánuði eitthvað svona fáránlegt sko. En svo hugsaði bara, ég ætla ekki að gera það ég ætla bara að lesa 10 blaðsíður á hverjum einsta deg og veist, eftir viku þá er það bara 70 blaðsíður og það er ekki rosalega mikið veist. En eftir 4 vikur veist, þá er það allt í einu bara 280 blaðsíður og eftir 8 vikur skilur þá er það 540 blaðsíður ef ég er að reikna rétt. Það er alveg bara nokkra bækur. 560, já, einmitt. Skilur hvað við? Og svona hægt og rólega og þá verður þetta rosalega stórt. Og ef maður svona tekur munn á sér, ef maður gerir eitthvað bara smávegis á hverjum einst deg, að þá er svo rosalega mikill munur eftir svona long period of time, veist? Eftir til dæmis 1 ár eða 2 ár eða 10 ár. Gekkja. Og svona talandi þetta að ég hitti gamla vinkonu einhvern tímann fyrir ekki svo lengur síðan sem var þegar ég var svona 18-19 ára þá var hún aðeins eldri og hún var líka svona eitthvað smá rugla á henni og drykja og eitthvað svona neysla og svona og svo bara sér hún mig einhvern veginn fara algjör út af brautinni og hún einhvern veginn ekki veist, hún bara samt ennþá að drekka og í svona smá neyslu en veist, eitthvað næra að halda vinnu og svona veist, eitthvað aðeins að halda lífinu í sæmilegu standi en auðvitað ekki góðu standi, bara alls ekki og svo bara verði ég edrú og bara ég sé þessa stelpu ekkert og við tölum ekkert saman og svo bara hitti hana skilur 10 ára setna og við erum vinnur á Facebook og ég hitti hana niður í bæ og hún er bara ótrúlega drukkin
og Einmitt, og hún er 40 ára, skilur, og hún bara ótrúlega drukkin og klukkan er bara 9 eða eitthvað og hún er að spjalla við hana og hún segir við mig bara það er bara ótrúlega forréttin, bara hvað gerðir þú, skilur, hvað gerðist, hvað var það sem gerðist og það er ekki neitt rétt svar, það er bara hægt bara á hverjum einasta degi að taka fleiri réttar ákvarðanir heldur en rangar og bara að þú gerir það bara í 10 ár, skilur, þá bara verður lífið gott sko. Þannig að hvað er heilsa fyrir þér? Vá maður, þetta er svo djúp spurning af því hún er svo ótrúlega stór, hún er bara það getur verið andleg heilsa eða líkamleg heilsa eða kynferðisleg heilsa eða fjármála heilsa, þetta er svo stórt og vítt hugtak sko. Þess vegna byrjaði með þetta hlaðvarp. Já, bara hvernig á maður að svara þessari spurningu? Hvað er fyrir þér, eins og bara í dag, hvernig túlkar þú, hvað myndir þú segja að veri góð heilsa? Ég held að ef allir ætla að vera í alvörunni heiðarlega við sjálfa sig, þá held ég að sé bara rosalega fáir sem er í alvörunni heilsuhraustir. Ég held að bara langflestir séu bara ekki að lifa mjög heilsusamlegu lífi. Og ég er bara einn af þeim. Ég er bara að reyna, alltaf að reyna, en svo gengur það bara stundum ótrúlega vel og stundum alls ekki nógu vel og rosa heilbrigður á einhverju sviðum og minna heilbrigður annars staðar og en svona einhvern veginn að ná djúpri alheilsu og kalla það það er bara held ég æviverkefnið. Þannig ég held að heilsa til að summera upp að ég held að þetta sé það atriði að taka fleiri réttar ákvarðanir heldur en rangar á öllum sviðum og að því, ég hef upplifað það svo sterkt að eiga sko lífið mitt í svona, ég hef stundu kallað þetta blöðrukenninguna, að ég stend ekki staðar og ég held á 15 blöðrum og ein blaðran er vináttarsambandi mín og ein blaðran er ástarsambandi mitt og ein blaðran er vinnan mín og ein blaðran er líkamleg heilsa, einblaðran er, skilur, þetta er bara lífið mitt í blöðrum og ef að einblaðran er lasin, að þá fer að smitar hún niður bandið og í hendina á mér og hendina á mér smitar í öll hinn bandin. Þannig, ef ég er með sýki ef ég er sjúkur einhverstaðar, þá smitast það inn á okkur sviði, bara segjum að ég sé bara gangi rosa vel í lífinu en ég er stunda enga líkamsrækt og ég sit rosalega mikið og þá mun hægt og rólega það smita yfir í hinna heilbrigðu aspekti í lífinu mínu, skilur. Ég ætla að þurfa að vera meira á spítala og þá ætla að hafa fjárhagsleg áhrif á mig, bara sem dæmi að ég ætla að þurfa að sækja sjúkraþjálfara sem að kostar og ég ætla að finna fyrir því fjárhagslega sem ætla að valda mér einhvers konar áhyggjum og kannski á ég ætla að vera eitthvað svona pirraður út í konuna mína eða börni mín og þá ætla að eitra það sambandi að skilur hvað við, þetta er svona the trickle down effect og þessi litli hlutur sem eru þetta risastór hlutur að hann smitar út í all lífið. Akkurat. Og þetta er oft talað þetta sem the ripple effect, ef þú bætir eitt atriði í heilsunni, þú gerir eitthvað jákvætt, þá akkurat gerir það einmitt líka öfugt. Það hefur jákvæð áhrif á önnur svið og önnur svið og verður bara svona eins og flóðbylgja. Akkurat. Þannig að þess vegna er svo flott þú sérst að koma inn á þetta, hvað er mikilvægt að gera þetta í litlum skrefum. Já. Þú bara, þannig að mista þetta geggjum. Og það er búið að vera svona kannski stærsta breytingin af mér, að setja bara gera litla hluti á hverjum einasta degi, hægt og rólega og eins og til dæmis bara breyta hugarfarinu mínu sem var svona monumental breyting fyrir mig að það var bara
það tók svo langan tíma. Ég held að það sé líka bara erfiðasta breytingi. Já, þetta var bara rosalega erfitt. Og og ég segi stundum frá þessu að svona fallegt moment, eitt fallegasta moment sem ég átti í þessu, að ég veit ekki hvernig þú ert, Erla, en þegar ég að keyra, þá verð ég stundum alveg brjálaður, sko. Og fólk bara, veist, á að keyra eins og ég vil að það keyri, og ef það ekki keyra þannig, þá það hálfvitar. Og svo ég keyri kannski einhvern veginn ykkur sem að ég vil ekki að keyri og ég alveg brjálaður og ég keyri fram hjá honum og ég svona horfi illa á hann til að sjá hvort hann líti ekki alveg pottið út eins og mikil hálfviti og ég veit að hann sko. Og ég svona á þetta til. Og svo ég að keyra í miðbænum og ég að keyra í 8 Hallgrímskirkjunni og það eitthvað bíl sem að bara bakkar út á stæði og bakkar næstuði inn í mig, sko. Og ég bara fleyg ferð og ég þá bara að leggja svakalega á bílinn og negla niður og leggja aftur og hann fara ekki að ganga til vegfaranda og þetta einhvern veginn bara ég rétt næja víkja mér undan stórslisi og ég stoppa og ég horfi í baksýnisspegilinn og í fyrsta sem kemur wow, hann hlýtur að hafa ekki séð mig og svo bara keyri ég af stað. Frábært. Og það var ekkert hvað djöfur bara ekkert, það var bara hann hlýtur að hafa ekki séð mig af því að það það sem var að gerast. Skilur, hann ekki eitthvað hann að gefa dag, ég bara býða þetta hann í allan dag, sko, yes, þannig að loksins kemur hann og bara, nú skal ég sko bakka fyrir hann, veist, þetta ekki þannig, sko. Og það var svo fallegt moment fyrir mig að ég þurfti ekkert að stoppa mig af eða, veist, þetta bara var náttúrulegt. Og já. Ekki. Já, flott. En heldur ef ég myndi spyrja 25 ára Davíð, hvað heilsa? Heldur að þú hefði skilgreint það á allt annan hátt? Já, algjörlega. Ég held að 25 ára Davíð kannski meira verið að tala líkamlega heilsu. Og því ég var sérstaklega, ég var svona að byrja þetta heilsu ævintýri mitt og þá var ég bara eitthvað, já, það bara eitthvað að fara í ræktina. Ég hugsaði bara eitthvað heilsa að fara í ræktina. Og hafði einhvern veginn ekki kannski nægilega djúpan skilning á svona raunveruleika þessa hugtaks. Nei. Af því að veist, þetta svo rosalega vítt, sko. Og já. En þeir sem hafa verið í fíkn, þeir finna stundum annan farveg. Var hreyfingi fyrst svona einhver fíkn fyrir þér? Eða einhver tímann? Já, ég held það, sko. En síðan einhvern veginn bara var þetta svona það sem varð einhvern veginn svona smá fíkn fyrir mér var bara að finnast ég vera lifandi. Og veist, ég fór til dæmis að fara í sjósund og ég til dæmis uppgötaði að vakna klukkan 7 á sunnudagsmorgnum og fara einn upp á Esjuna bara það svakalegasta sem maður getur gert. Og ég kom þarna upp klukkan korter í 8 og það enginn, einn upp á fjalli, veist, með eitthvað tónlist og það kannski svona smá svona mist veður einhvern svona pínu lítill úði og veist, ég bara á bara marga mínu bestu minningar frá þessu og upplifði mig svo mikið á lífi og svona fór að stunda þetta einhvern veginn, fara í þingingavesti og hlaupa upp á Gleym eða skilur eitthvað svona áskoranir. Já, eitthvað svona bara út í náttúrunni og svona bara, veist, einhvern veginn upplifa sig ekki einhvern veginn lokaðan inn í einhverju herbyggisketru, sko, heldur bara einhvern veginn á lífi. Og það var svo mikið eitthvað svona, eitthvað smá fíkn, sko. Margir fari eitthvað svona, kannski ekstrímsport, þú veist, fallegastök og ég prófaði það alveg og bara fannst það fínt en ekki eitthvað svona sem ég vildi vera að gera. Ég miklu meira svona, mér er svo gott að vera í náttúrunni. Ég fæ svo mikið veist, ég fæ svo gott í hjarta að vera í náttúrunni. Fara upp á fjall. Geðvegt. Sko. Ég bara, það eitt moment sem ég átti einhvern tímann, þá var ég ein út að skokka og það var dimmt og það var snjór og ég var inn í einhverju svona skógi og í staðan fyrir að vera eitthvað hrædd að vera ein í skógi, þá horfði ég svona upp og það var stjörnubjart og það var snjór á grenitrjánum þannig að stjörnundar einhvern veginn og tunglið lýstu upp og ég stóð bara, ég fór að gráta.
ég var bara að gráta af bara fegurð og þakklæti Akkurat. og þetta svo mögnu moment og ég held að þetta gerist bara út í náttúrunni. Já. Þetta myndi ekki gerast inn í tækjasal. Nei, akkurat. Með fullir vinningu fyrir tækjasalnum, sko, sérstaklega tækjasalnum í sporthúsinu sem er frábær. Sem er geggjaður. Já, en, veist, svona moment og ég var svo skotin í þessu. Ég fór bara að sækja í þetta, sko. Að jóka eitthvað út í náttúru eða eitthvað, skilur. Bara það sem að ég bara horfði einhvern veginn út á flóan og hugsaði bara, vá. Veist, ég bara þráði það svo heitt, sko. Þannig að það var einhvern veginn svona það sem maður fór að sækja. Og ég man líka þegar þú sast þarna hjá skóheitunni. Þá fórstu eitthvað að tala um hamingju. Ég man ekki af hverju. Er það ekki líka hluti af fyrirlesturnum þínum? Jú, Já. svolítið að tala um hamingjuna. Já, þá var ég nýbúin að heyra að hamingja væri oft túlkuð sem summan af gleði og sorg. Að því mér fannst þú svo sorgmættir þarna. Einmitt. Og mér finnst þetta ennþá svo falleg lýsing á hamingju. Einmitt. Að því að maður einhvern veginn, maður stundum að reyna að bæja burtu öllu þessu neikvæða og svona vonda í lífunum hans, en ég ætla bara að segja það að mín stærstu og fallegustu og mest þroskandi móment í mínu lífi voru þessi sem að ég hugsaði bara, veist, ég er ekki að fara að komast út úr þessu. Svona mín erfiðustu móment og sorglegustu og sorgmættustu og sársökafyllstu móment hafa verið þau sem að ég hef náða að stíga, veist, næsta skref og koma út sem Davíð 2.0, skilur. Bara ný útgáfa og betrum bættri, sko. Þannig að ég tengi svo mikið þetta, minnst þetta svo fallegt. Já, ég hugsa þetta líka, ætla að koma að segja það, að því að allt í lífinu snýst dómgæslu, maður er eitthvað lasinn, sko. Ég er að dæma og ég gerir mistök, þá er ég stundum ánæður. Af því að ég veit að það er sárt og leiðilegt að gera mistök og sérstaklega á svona háu leveli, af því að þá eru bara einhverjir spjallþættir og menn sem að spila allt frá 6 mismunandi sjónarhornum og það eru spjallþræðir á netinu og menn að tala um að maður sé eitthvað veikur og veist, allt þetta, skilur og þú veist bara maður í beinni útsending á Stöð 2 Sport í síðasta tímabil 3 sinnum sem að sagði að ég ætti við andlega erfiðleika að stríða, skilur, þetta er svona umhverfið. Íþróttabullur. Akkurat, þetta er rosalega skrítið umhverfið. Þannig að það er erfitt að gera mistök, en stundum ég gerir mistök á svona stóru sviði eða bara hvar sem er og þá verð ég ánæður. Af því að þá núna veit ég að ég var að vera betri dómari. Já. Af því ég var að gera þessi mistök núna og ég er aldrei að fara að gera þetta aftur. Þannig ef ég er aldrei að fara að gera þetta aftur, þá er ég komin einu skrifa herra. Og þetta er svona sama með svona þessi sásökafyllstu og erfiðustu móment í mínu lífi. Ég hugsa stundum bara í þessu bara vá, maður er svona verið hálf þakklátur fyrir þessi móment. Þegar maður veit bara, eftir 3 mánuði eða 6 mánuði eða x langan tíma út frá stærð sásökans, mun ég koma út með kassan út. Sko. Já. Hefur trúin hjálpað þér mikið? Já, sko þetta var það einhvern veginn líka bara svona partur af því þegar manstu við byrjuðum og ég var á Google og ég skrifaði How to be happy að þá var eitt af því sem stóð þar mikið, þá talaði svona þessa yes man típu og ég fann að ég var svo rosalega mikið no man. Þannig, ef það var eitthvað svona tækifæri eða einhver að biðja mig að gera eitthvað eða hey, ertu til í að koma í þetta, þá var ég alltaf bara, nei, ég er ekki til í það. Ég ætla bara að vera heima. Eða, nei, eitthvað, skilur. Og ég hugsa bara, ég verður bara að breyta þessu og ég man til dæmis bara fyrst þegar mér var búið að fara í sjósund, það var bara klukkan 9 á laugardagsmorgni og það er september, skilur, eða október og það er bara dimmt og það er blautt og það er kalt og það er hringt í mig sem þetta við gröfum fyrir í sjósund nokkur eitthvað, langar því að koma með og ég fann bara hver einasta fruma í líkamannum, hún sagði bara nei, bara ekki séns, nei, mér langar það ekki og svo eitthvað bara dæst ég, já ég skal koma með, af því ég var bara að taka ákvörðun að vera eitthvað yes man, sko. Svo fer ég í sjósund og ný og bara svo kalt og ég er að hugsa bara hvað ert að gera í lífið þitt og bara alveg ömurlegt og ég fer upp úr og kalt og blóta þessu og fer í heita pottinn og svo allt í hennum bara
vá, Einmitt. þetta var geðveikt. Þetta er nefnilega geggja. Og þetta var sama þegar að vinur minn bauð mér sem kom í kirkju. Og ég sagði bara ég fekk eiginlega svona velgu af því ég var einhvern veginn bara fastur í svona, eins og ég sagði á sín tíma, fangist í töffaraskapsins og þetta var svo mikið á skjön við svona einhvern veginn töffaran minn. Og svo allt í einu sagði bara já, ég er bara til að prófa. Ég hef aldrei farið, ég er svona á svona samkomu, aldrei farið og ég er bara til að prófa. Og ég mani hugsaði, árin vorin, hugsaði, það er alveg sama hvað er að fara að gerast, þá ætlar þú ekki að láta neitt annað fólk sem er hann inni eða neinar hugmyndir og skoðanir sem að þú hefur fyrirfram skekkja þína upplifun. Og ég labbaði hann inn og það fyrsta sem ég fann var eitthvað. Ég vissi ekki hvað, en það var eitthvað. Fyllti tómið. Já, og ég sagði bara, vá, þetta er rosa skrítið. Og ég kem hann inn og bara, alls konar fólk að gera alls konar sem að mjög störa skrítið, en ég sagði bara, ég ætla ekki að vera að fylgjast með þessu, ég ætla bara að hlusta tónlistina og boðskapinn og ég labbaði út og ég fann bara, mér bara leið svona mikið betur en þegar ég labbaði inn. Og ég kom aftur og ég fann bara að því meira sem ég fór að iðka eitthvað svona trú og svona skoða þá hlið að því betur leið mér og svona því auðveldar átti ég með að laga alls konar hluti í mínu lífi og þetta var bara rísa stór kapli í mínu lífi og ég fekk mér alls konar húðflúra líkamann sem að tengast trúnni og ég er allur bara trú húðflúraðar út allt og svo bara eftir 2 ár að þá fann ég bara herðu ok, þetta er búið að frábært tími í mínu lífi og nú ætla ég bara að fara eitthvað annað. Ástæðan fyrir ég spyr er að í þætti sem ég var með daginn voru Jónar Hrönn og Bjarni prestar í viðtali og þau voru að segja þetta er svo mikið svona og þau tóku dæmi ef 30 karlmaður segir ég trúaður þá bara skotleyfi á viðkomandi það er bara, þá er hann bara jarðaður og sem er svo fáránlegt að af hverju eru þessir fordómar fyrir trú? Þetta er og ég fann bara til dæmis að ég var með einhverja fordóma fyrir trú út af einhvers konar gamalla skoðunum kirkjunar á samkynhneigð og á það eru alls konar neikvæðir hlutir sem er í trú og það eru alls konar ótrúlega jákvæðir hlutir sem er í trú og það fyrir bara eftir í hvor megin þú ætlar að einblína og ég var bara rosa mikið að einblína á þetta neikvæð sem að hefur með trúna að gera og ég ákvað að hætta því og fara meira fókus á þetta jákvæð sem að ég upplýði og að hætta að hugsa mitt setja það bara til hliðar og vera þarna bara fyrir mig á mínum forsendum og svo bara eftir einhvern x langa tíma þá fann ég bara að nú er ég bara búin að taka það sem að ég er að fara að taka hérna til mín og ákvað fara meira inn í jóga og prófaði það í halvt ári eða skilur og einhvern veginn svona hefur svona þessi vegferð verið að bara prófa ég er til að prófa allt og helst tvisvar að það er kannski maður stressaður eitthvað í fyrsta skipti og þess vegna er mikilvægt að prófa það tvisvar En finnst þér þú einhvern tímann ennþá þurfa að fylla þetta tóm sem litli Davíð upplifði? Já, það er bara eilíða verkefni það er alltaf og ég er búin að vera hjá sálfræðing núna í 3 ár sem er einmitt Bjarnason sonur hans Bjarna sem var hérna hjá þér og hann er búinn að bara stökkbreyta mínu lífi og ok, ég ætla að spóla tilbaka ég er búinn að stökkbreyta mínu lífi með hans hjálp það er það sem að raunverulega var að gerast og hann er bara búinn að hjálpa mér alveg ótrúlega mikið og ég svona fór í rosa mikla vinnu með honum í svona einhvern veginn að fylla á heilbriðan hátt upp í þetta tóm en ekki alltaf sífellt vera leitandi að einhverju nýju fixi eins og í trú eða í jóga eða í einhverju annari fjallgöngu eða skilur heldur að finna einhvers konar svona sustainable long term lausn á þessu og það er bara búið að vera ótrúlega mikil vinna og uppskerun af því er bara búin að vera greiðaleg og
eins og til dæmis bara ég í heilbrigðu ástarsambandi og við erum að fara spann og það bara ég átti ekki möguleika á að vera á þeim stað fyrir nokkrum árum, bara ég átti ekki möguleika ég var bara ekki, ég bara gata ekki og ég var bara með til dæmis of mikinn ótta við að vera hafnaður af makanum mínum til þess að geta verið heilbrigður eða heiðarlegur eða til þess að geta verið bara venjulegur í sambandi sko. Og svo núna bara búið stökkbreyting á þessu og búið að ganga ótrúlega vel og svo þetta bara með eins og allt þá gengur stundum aðeins verð og aðeins betur en þegar ég horfði tilbaka á dagi fyrir 3 árum og dagi sem í dag það bara já, þessi vinna með Bjarnasinni, hún bara algjörlega búin að einhvern veginn ná að stökkbreyta þessu hluta í mínu lífi og svona þessu búið að gefa mér svona long term fyllingu á þessu tómi sko. Ertu þá kannski komin með nýja sjálfsmynd? Já, það var svona eitt af því sem að hann sagði bara í fyrstu tíma, hann sagði bara að nú þurfa að byggja bara svona einhverja styttu innra með þér, svona sem ekki mölbrotnin eins og styttan sem innra með þér núna, heldur bara endur byggja svona þessa raunverulegu sjálfsmynd og já, og ég einhvern veginn það er bara búið að vera mikil vinna sko, mjög mikil vinna og rosalega erfitt og þungt og það er rosalega erfitt að vera 35 ára gamall og vera eitthvað að grúska í einhverju drasli sem maður var svona lítill sko. Maður bara, ég kom stundum út úr tíma hjá honum og bara settst út í bíl og bara hágráta og ég veist bara að taka mig frí einu sinni úr vinnunni seinnipartinn, sko, ég var í tíman landskólan 1 og ég átti að mæta í vinnuna þjálfoklan 4 ég veist bara, ég get ekki og maður bara einhvern veginn maður var svo meir og viðkvæmur ég held að það sé svona aðal orðið ég var orðið svo viðkvæmur stundum í svona tímum hjá honum og alls konar rugl sem herjar á hann dagi, hvað átti ekki bara að harka þetta að þér og hvað ert þú eitthvað að hugsa eitthvað svona dót sem að gerðist þú varst lítill og þetta bara skiptir engu máli og nú meiri helvítis aumingin og þetta verður þínar hugsanir skilur, þetta er það sem kemur og maður einhvern veginn að reyna að berjast gegn þessu svona tekst maður það og maður fer að vinna í þessu og þá fær maður allan sársaukann skilur og maður einhvern veginn situr út í bíl og er að gráta og þá kemur aftur dagi áhverju er þú að gráta skilur, þetta er bara endalaust eitthvað svona rugl og svo bara allt í eru 2 ára seinna þá bara á maður heimili skilur og heilbrigt líf og já, bara þetta búið að vera svo löng vegferð sko, Jesus Christ maður veit ekki hvað maður á að segja þessu sko. En það er líka bara svo fallegt að heyra þig tala samt þetta veist, og kannski fyrir aðra sem að hlusta og upplifa þeir kannski sjá ekki eitthvað, þeir bara hugsa að það er ekki séns að ég geti snúið með mínu lífi það er bara svo gott að heyra svona sögur og þetta er hægt Já, þetta er algjörlega hægt en ástæðan fyrir því af hverju þetta gerist svo sjaldan að ég svona upplifi að þetta gerist miklu sjaldnar heldur en þetta ætti að gera það er svo margir sem sem að fara í meðferð og ná þessu aldrei eða kannski ná aðeins að vera edrú en ná ekki að snúa lífinu sinni við en þetta er bara svo mikið skilur, ef þú vilt í svona raunverulega breyta lífinu það er svo ótrúlega svona það er svo ótrúlega stórt þetta er bara eins og þetta er eins og að segja bara hvað er heilsa þetta er svo stórt og fyrir mig það var ekki nóg að kannski, ég veit það ekki kannski nóg fyrir suma bara að setja tapan í flöskuna og þeir eiga ótrúlega stórt og fallegt og heilbrigt líf og eru ekki með eitthvað gömul sár eða ný sár eða eitthvað sem er að setja þá inn í einhvers konar óheilbriða og skemmandi hegðun og þá var það bara flott en það var ekki þannig á mér En er það ekki oftast eitthvað sem fólk er að reyna að deyfa? Jú, allavega var það þannig á mér ég er að skoða bara af hverju vil ég bara vera í vímu hver er raunverulega ástæðan fyrir
og raunverulega ástæðan var þessi, veist, ég var bara eitthvað svona hól og svo hætti ég að vera í vímu en ég er enda með hólið skilur og veist, ég þarf að laga hólið og hvernig laga ég það? Það er hérna bara 10 ár, gjör það svo vel ok, fuck, veist, ef einhver hefur sagt mér þá þetta er hérna 10 ár til 10 ár Hefur lagt í það? Ég held ekki, það er máli veist, þetta er bara svo mikið Ég held að þú sést náttúrulega bara ennþá betri fyrirlesari og bara maður fyrir vikið að hafa þurft að gangi gegnum þessa erfileika veist, það sem þú ert að miðla gerur á svo mikilli ástríðu og eldmáð veist, það hlýtur að koma úr Já, veist, þetta kemur bara úr kjarnan og ég finn það líka veist, þegar ég er með þessa fyrirlestra veist, auðvitað allar vegferðir eru ekki beint áfram, það eru bara dalir og hæðir og allt þetta og í sumum döglunum mínum þá var ég kannski að fara með fyrirlestur inn í eitthvað ég fór að fyrirlestur inn í Advania sem er eitthvað tæknifyrirtæki og allir með gríðarlega mikla menntun ég er með rosalega fordóma fyrir sjálfum mér að vera ómenntaður ég er alveg bara mér líður eins og ég eigi ekki pláss í lífinu meðal fólks að því ég er ómenntaður og ég eigi ekkert gott skilið og að það eigi engin að taka mark á einunni neinu sem að ég segi og skilur þetta er litli Davíð og óöryggi Davíð og Davíð sem að er í meiðandi og sjálfskaða hugsunum og hann fer þarna En menntun er ekki bara skóli skóli lífsins er svo vaðaleg menntun sem þú þurft að gangi gegnum Akkurat, þannig að þegar ég síðan er á góða staðnum að þá upplifi ég ekki svona rosalega sterkt en stundum er ég til dæmis að fara með fyrirlestur og ég fæ bara svona ég fæ bara hugsa bara, akkur ætti eitthvað að hlusta á mig skilur, en svo bara leið að ég byrja að þá allt innfætti herði já, auðvitað því að þú átt 10 ár og 10 ár af vinnu og svo átt 10 ár af þjáningu ofan á það og allt fólki sem þú ert að tala við, þau eiga það ekki og það er ástæðan fyrir okkur ég er hérna skilur þannig að eftir alla þessa vinnu eftir ég er búin að fara með kannski svona 300 fyrirlestra eða 400 fyrirlestra, ég veit ekki hversu marga bara ótrúlega marga fyrirlestra allt land, bæði andlegt og svona andlegt heilbrigði og andlega heilsu og samskipti og svo líka bara forvarnir gagnvart áfengi og vímuefnum og samt sem áður að þá fer ég stundum inn í svona fyrirlestur og ég hugsa bara þú ert að fara að klúra þessu skilji, þannig þetta er eilíðar verkefni, þetta er ennþá stundum koma ennþá þessar raddir og ég var til þess með fyrirlestur niður í Arion banka en daginn og ég var að satt út í bíl og hringi kærastunum og ég segi Lovísa, ég er að fara að klúra þessu og hún segi Davíð minn, hættu þessu rugli, þú ert frábær og ég segi, já, rétt, ég er frábær ok, ég geti það og svo bara, fer ég og þetta var frábært og þannig, þetta er bara þetta er eilíða verkefni eilíða verkefni þetta ekki Svo þau verið pabbi þá tekur lífið aðra uppeyju og þá aftur að það er nýtt hlutverk og það er stórt verkefni. Ég er svo spenntur ég held þú skilir ekki alveg hvað ég er spenntur en dásamlega. Já, og ég er rosalega stressaður og alveg ofboðslega stressaður Fyrir hverju þá? Bara ég er svo stressaður það er eitthvað svona ég bara hef verið svo mikið einn og mér finnst það svo gott Já. gott að vera einn það er frábært og ég meina ég fór einn í 2 mánaða reisu til Asíu og var bara með bakpakkan og bara flakka át allt og mér leiddist ekki í eina sekundu og minnst þetta bara ég alveg elska að vera einn og ég er búin að heyra að það sé ekki mikið eftir að því
svona Það fer eftir hvernig maður skipuleggur sig. já, þetta bara það sem ég hef heyrt þannig ég veit ekkert og það eitthvað svona Davíð innra með mér sem að berjast við þetta sko. En aðalega ég stressaður að ég sé að fara að klúðra þessu. En nú veist þú hvernig uppeldi þú vilt ekki veita. Já, nú veit ég það. Það líka svolítið gott. Já, og og svona það versta sem svolítið skrítið og ég held að hafi alls ekki verið ætlunin. Það versta sem að gerst fyrir mig í uppeldinu mínu var samviskubitið sem að móða mín fekk eftir að hún fekk aftur forsjá af mér. Af því að ég fer í burtu og missir forræði og svo þegar ég kem aftur í hennar umsjá að þá hún með stærsta og mesta samviskubit sem ég held að einhver í Evrópu hafi verið með og eyddi restina af uppeldis áránum mínum í að reyna að bæta mér þetta upp og það það versta sem að kom fyrir mig af því að þá lærði ég ekki mörk og ég lærði ekki ábyrgð og ég lærði ekki neitt þá var bara allt gert fyrir mig og ég var settur í ykkur á búblu og kúlu og þurfti ekki að taka ábyrgð á neinu og ég var bara með ykkur að ristor og hólu og hún stökk alltaf til og bjargaði öllu og bara að reyna sitt besta, og þetta var það versta sem að hægt var að gera og þannig það alls konar í þessu sko það dýrmætasta sem að geta gefið börnunum sínum tími og athygli það þarf ekki meira. Nei, og þetta svona nú ég búin að vera að reyna að koma mér inn svona þannig í lífinu að ég þurfi ekki að vera frá 8 morgnana til 7 á kvöldin að vinna og ég bara æskuvinni minn stofnaði hugbúnaðarfyrirtæki sem heitir Mútup og svona þegar hann var stofnað þá baði mig að aðstoða sig með það og svona koma því út og ég er búin að vera í því með honum núna bara í 2,5 ár og búið að ganga ótrúlega vel og það eitthvað vinna sem að ég get bara gert hvar og hvenær sem og svo ég að dæma og þjálfa og þetta allt einhvern veginn, ég er búin að koma þannig fyrir að ég þarf ekki að vinna þarf ekki að vera fastur eitthvað staðar í 8-9 tíma, ég get bara verið kannski unni í 3 tíma á dag ef ég vil það og ég er rosa ánægður með þetta fyrir börnum mín það gefur mér svigrúm og pláss til að geta eitt meiri tíma með ég er rosalega spenntur fyrir því Það var samlega Þannig þetta verður ævintýri. Ég er svona aðeins að ég er að hugsa þetta og ég er svona í það sko. Hvenær er von á? Það er von 14. mars. Já, okay. Núna annarkvort verði ég hengdur eða það verður klappa fyrir mér. Af því ég er búin að vera að segja annarkvort 15. eða 14. Og ég held að ég sé búin að segja 15. og það sé 14. eða ég sé búin að segja 14. og það sé 15. Það munar nú ekki 1 dag. Nei, en það er búin að vera, ég er búin að fá svipinn. Davíð. Foreldrar hafa stundum svona rangt nafn í ungbarnasundur þegar þeir eru að kynna barnið sitt, þá fær pappin olnbogaskot. Já, ok. Þá þetta nú ekki mjög alvarlegt. Þú ert góður. Já, ég er ennþá ágætis. Það er svona þegar eiga fleiri en 1 barn, það verður alveg hægt að ruglast. Já, einmitt. Ég held ég ekki eftir að ruglast til að byrja með allavega. Nei. En svo sjáu til, kannski að þetta er að gerast. Ég las einhvers staðar að þú varst svolítið svona þakklátur að hafa náð að taka þessa réttu beygju í lífinu og fá að uppfylla drauma þína. Þannig að þegar þér finnst þú vera að lifa draumana sem þú áttir. Já, það er algjörlega þannig og að þegar ég hugst tilbaka að þá bara og ég horfði á hann strák sem að sat inn í þessari herbyggiskittru með dýn á gólfinu og tóma sígarettupakka í kringu sig og hann fór á netið og skrifaði How to be happy. Ég horfði á hann að þessi gaur hann dreymdi ekki einu sinni þetta. Nei. Sem lífið í dag hann dreymdi ekki hann það var ekki einu sinni markmið það var ekki draumar hann gat ekki verið markmið hann er núna einhvern veginn bara eitthvað sem ég náði ekki svona óra fyrir það er bara orðið markmið í dag og við erum bara já, bara með alls konar á prjónunum og okkur langar kannski að prófa að búa erlendis og mér langar að prófa að fara að dæma í stærri deild kannski Spennandi. Já, einmitt og svona eitthvað búin að kanna það og þannig það er alls konar pælingar og þetta er eitthvað sem að ég með óraði ekki fyrir
og nú ég bara kom með svona eigin rekstur og ég var alltaf launþegi á sporthúsinu og nú ég bara fann að gera það sjálfur og ég bara ræði tímanum mínu sjálfur og allt í einu ég farin að fá meiri metnaði að stækka hópana mína eða skilur og ég farin að gera þetta bara einn vegum og einhvern veginn bara já, lífið er svo stórt að ég einhvern veginn næ ekki alveg utan það og mér finnst það svo fallegt en samt sem áður þá ég að keyra og að tala við kærastunum í síman á hann og hún heyrir ekki eitthvað slæmt samband og ég segi eitthvað og hún heyrir ekki mér og hún segir eitthvað og ég heyrir ekki henni og ég finn bara að ég verð svona duttur í spuna og svo sitið hérna núna og ég búin að vera að þylja upp allt lífið og rugla og ég hugsa bara Dag, þú ert hálfviti af hverju ert að láta eitthvað svona fara í þetta Við erum öll þarna stundum það er bara þetta bara eðlilegt en ótrúlega þakklátur fyrir lífið sem ég á og þakklátur fyrir fólkið sem hafi búin að aðstofa mig við þetta en sérstaklega ég þakklátur fyrir að því maður kannski gleymi því en það þannig að ég sérstaklega þakklátur fyrir eigin eljusemi og eigin metna og eigin svona þorsta og löngun í að gera betur og skara framar og því að það það sem svona raunverulega búið að koma mér hingað bara svona endalaus vinna ég gleymi því alltaf af því að akkurat, ég gleymi ég gleymi því alltaf ég einhvern veginn hugsa alltaf bara ég var bara heppinn og eitthvað svona, en þetta ekki það þetta bara búið að vera að vinna alveg bara djúp vinna og þú ert búin að uppskera eins og þú sagðir heldur betur og hér við í dag já, geggjað Þegar ég bara hlakka til að rekast aftur á þig í sporthúsinu. Já, og kannski bara ég þá að launa þig greiðan og peppa þig aðeins í gang. Já, algjörlega. En skemmtilegt við erum búin að ræða svona mikið við sporthúsi óvart, en sporthúsi að sponsa þennan þátt. Það? Já, ok, sporthúsi frábært. Frábært staður að æfa og ég er búin að vera það núna í örugglega 4 ár, eitthvað 5 ár. Já, ég er búin að síðan 2009. Já. Þannig að það er komið góða tími. Heldur betur. Æðislegt, en bara takk kærlega fyrir að gefa þér tíma. Minnst það máli fyrir að koma takk og þetta var dásamlegt spjall og til hamingju með sjálfan þig. Já, takk fyrir.